Já, góðan daginn. Ég býð ykkur öll velkomin til 898. fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Og í dag fyrsti fundur nýkjörinna bæjarstjórnar Mosfellsbæjar kjörtímabili 2026 til 2030. Og lýsi hann mig hér sett. Ég vil byrja á að óska nýkjörnu bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið og sérstaklega vil ég bjóða þá velkomna sem hér eru nýir í bæjarstjórn. En einnig vil ég þakka fyrri bæjarstjórn fyrir þeirra störf. Ég heiti Ólafur Ingi Óskarsson og set þennan fund í dag sem aldursforseti þeirra sem lengsta setu hafa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Dálítið sérstakt fyrir ég það að segja, en líka ánægjulegt. Þá þessu hefðbundna inngangi lokið og þá tek ég við raunverulega sést í sæti fundarstjóra sem hér hefðbundið. Og fyrsta mál á dagskrá að það liggur fyrir greinargerð yfirkjörstjórnar Mosfellsbæjar ásamt skýrslu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga fyrir kjörtímabili 2026 til 2030. Ég ætla nú að lesa upp nöfn þeirra bæjarfulltrúa sem hlutu kjör í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hilmar Gunnarsson, D-lista, Jana Katrín Knútsdóttir, D-lista, Sævar Birgisson, B-lista, Elísabet S. Ólafsdóttir, D-lista, Ólafur Ingi Óskarsson, S-lista, Hjörtur Örn Arnórsson, D-lista og ég vil láta tækifæri óska honum til hamingju með daginn, hann 50 ára í dag. Halla Karen Kristjánsdóttir, B-lista, Gylfi Þór Þorsteinsson, C-lista, Árni Jónsson, L-lista, Þórarinn Örn Andrésson, D-lista og Sveinn Óskar Sigurðsson, M-lista. Annar mál á dagskrá síðan kosning forseta og fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar. Fyrir liggur tillaga D-lista Sjálfstæðisflokks og C-lista Viðreisnar að Gylfi Þór Þorsteinsson verði kjörinn forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Einhver sem vil sjá sig það? Og enginn segir, þannig að ég líti á það sem samþykkt og ég óska Gylfa Þór Þorsteinsssyni til hamingju með kjörið og býð honum að taka við stjórninni. Ég þakka traustið og þá höldum við áfram. Fyrir liggur tillaga D-lista Sjálfstæðisflokks og C-lista Viðreisnar að Elísabet S. Ólafsdóttir verði kjörinn fyrsti varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Einhver sem vill taka til máls varðandi það eða hefur aðra tillögur? Það ekki, svo við lítum að það sé samþykkt. Einnig liggur fyrir tillaga D-lista Sjálfstæðisflokks og C-lista Viðreisnar að hann Ólafur verði annar varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Einhver sem vill tjá sig það? Nei, þá það klárt einnig. Og þá kosning í bæjarráð í samræmi við 59. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar skal kjósa 5 aðalfulltrúa og 5 varafulltrúa í bæjarráð til 1 árs. Fyrir liggja 3 tillögur skipan eftirfarandi aðal- og varafulltrúa í bæjarráð til 1 árs. Fyrir liggur tillaga D- og C-lista eftirfarandi aðal- og varafulltrúa. Aðalfulltrúar Jana Katrín Knútsdóttir, Gylfi Þór Þorsteinsson, Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir og Hjörtur Örn Arnórsson. Varafulltrúar Ásgeir Sveinsson, Valdimar Birgisson, Þórarinn Örn Andrésson, Magnús Ingi Ingvarsson. Fyrir liggur tillaga B-lista að Sævar Birgisson verði kjörinn aðalfulltrúi
og Halla Karen Kristjánsdóttir verði kjörin varafulltrúi og fyrir liggur tillaga M-lista að Sveinn Óskar Sigurðsson verði kjörin aðalfulltrúi og Ingibjörg Einarsdóttir verði kjörin varafulltrúi. Nú munu fara þá fram skrifleg kosning nema einhver vilji draga tillögu sína tilbaka. Svo ekki. Þannig að þá munum við fara fram á skriflega kosningu og gerum stutt fundarhlé.
Jæja, þá liggur þetta fyrir. Atkvæði fóru þá þannig að listi D, C og B fengu 10 atkvæði, listi D, C og M 1 atkvæði, sem þýðir að aðalfulltrúar í bæjarráði til eins árs eru Jana Katrín Knútsdóttir, formaður. Jana Katrín Knútsdóttir, Gylfi Þór Þorsteinsson, Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir, Hjörtur Örn Arnarsson og Sævar Birgisson. Varafulltrúar til eins árs eru þeir Ásgeir Sveinsson, Valdimar Birgisson, Þórarinn Örn Andrésson, Magnús Ingi Ingvarsson og Halla Karen Kristjánsdóttir. Og þá komið að því að kjósa áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa í bæjarráð samkvæmt 43. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Tillagan svohljóðandi: áheyrnarfulltrúar Árni Jónsson L-lista, Sveinn Óskar Sigurðsson M-lista, Ólafur Ingi Óskarsson S-lista. Varaáheyrnarfulltrúar Guðfinna Birta Valgeirsdóttir L-lista, Ingibjörg Einarsdóttir M-lista og Guðný Maja Rípa S-lista. Eru aðrar tillögur? Ef svo ekki, þá telst það samþykkt. Þá liggur fyrir að kjósa formann og varaformann bæjarráðs til eins árs. Lagt til að Jana Katrín Knútsdóttir verði formaður bæjarráðs til eins árs. Aðrar tillögur? Nei. Það þá samþykkt. Lagt til að Gylfi Þór Þorsteinsson verði varaformaður bæjarráðs. Eru aðrar tillögur? Ekki heldur. Þá það samþykkt. Og þá það þannig að áheyrnarfulltrúar verða þar af leiðandi Árni Jónsson L-lista, Sveinn Óskar Sigurðsson M-lista, Ólafur Ingi Óskarsson S-lista. Varaáheyrnarfulltrúar Guðfinna Birta Valgeirsdóttir L-lista, Ingibjörg Einarsdóttir M-lista og Guðný Maja Rípa S-lista. Þá það næsta mál, ráðning bæjarstjóra. Fyrir liggur tillaga bæjarfulltrúa D- og C-lista að Hilmar Gunnarsson verði ráðinn bæjarstjóri Mosfellsbæjar kjörtímabilið 2026 til 2030. Samanber 54. grein sveitarstjórnarlaga og 61. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar í samræmi við fyrirliggjandi ráðningarsamning. Hilmar Gunnarsson víkur þá af fundi og varamaður hans, Magnús Ingi Ingvarsson, tekur sæti hans við umræðu og afgreiðslu málsins. Velkomin Magnús á þinn fyrsta fund. Já, allra hvernig hljós. Já. Og þá hefur Jana Katrín þessi hljós, gerð svo Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Mig langar að byrja því að óska öllu sem hér sitja, kjörnum fulltrúum til hamingju kjörið. Ég hlakka mikið til samstarfsins með ykkur á næstu 4 árin. Ég ætla líka að nýta tækifæri og óska Hirti Erni Arnarsyni til hamingju daginn. Fyrir fundinum liggur tillaga meirihlutans að Hilmar Gunnarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verði ráðinn bæjarstjóri fyrir kjörtímabilið. Ráðningarsamningurinn liggur nú fyrir undir málinu og hann bara í samræmi við ráðningarsamning fyrir bæjarstjóra og fyrir hönd meirihlutans leggjum við þessa tillögu fram. Takk fyrir. Þá spyrjum við hverjir samþykkja fyrirliggjandi tillögu. Já. Ok, einhver á móti? Enginn á móti. Þannig að þetta var samþykkt með 7 atkvæðum og 4 sátu hjá, sýndist mér. Þannig að þar með Hilmar Gunnarsson rétt kjörinn bæjarstjóri.
og hann má fá stíga aftur inn í salinn. Nei, hann. Þá komið að því að leggja fram málefnasamning C&D-lista fyrir kjörtímabilið 2026 til 2030. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri hefur kveðið sér ljós. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, samstarfsfólk og aðrir gestir hér í sal. Langar að byrja að þakka það traust sem mér er sýnt hér. Það er stórt og mikil hlutverk að fá að gegna stöðu bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Stór stund fyrir mig persónulega. Finn fyrir þakklæti, auðmýkt og tilhlökkun. Til hamingju líka öll við sem að sitjum hér og höfum hlotið kjör sem bæjarfulltrúar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég vil þakka Mosfellingum öllum fyrir stuðninginn í kosningunum, fyrir samtölin, ábendingarnar, hvatninguna síðustu vikum. Dýrmætt að finna hversu mörgum er annt bæinn okkar og framtíð hans. Ég vil líka þakka samstarfsfólki mínu í Sjálfstæðisflokknum og fulltrúum Viðreisnar fyrir gott og málefnalegt samtal síðustu misserin. Niðurstaðan er málefnasamningur sem við göngum nú inn í af heilindum og metnaði. Við höfum sett okkur skýrt verkefni. Verkefni sem að fela í sér áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins okkar og þá skýru sýn að Mosfellsbær verði áfram góður, fjölskylduvænn og eftirsóknarverður staður til að búa á. Þetta eru stór verkefni og það vinnur þau enginn einn. Ég hlakka til að takast á við þau með ykkur, leita lausna, forgangsraða og leggja mitt af mörkum til að tryggja að hér verði áfram best að búa. Í langan tíma hef ég fengið að vera í öðru hlutverki hér í bænum. Það er hlutverk sem að hefur oft tengst mannlífi, menningu og skemmtun og gleði og ekki síst því að leiða fólk saman. Ég tek þá reynslu með mér inn í þetta nýja hlutverk. En ég er líka meðvitaður um það að það eitt og sér er ekki það eina sem þarf. Verkefni framöndan munu kalla á gott samtal, vandaða vinnu, samstöðu þegar á reynir og vilja til að finna leiðir áfram. Við munum ekki alltaf sjá hlutina eins, enda komum við hingað með ólíka reynslu, ólíkar áherslur og ólíka styrkleika. En einmitt þar, þegar við verðum ekki sammála, þar liggja tækifærin í því að taka samtalið, miðla og finna bestu lendinguna. Ég er ekki frekar en nokkur annar hér inni sérfróður öll þau mál sem að tengjast bænum okkar, en þess vegna erum við hér einmitt 11. Við höfum öll reynslu, þekkingu og sýn sem að skipti máli. Saman myndum við þennan ótrúlega flotta hóp sem ég er stoltur af því að fá að tilheyra. Mér finnst mikilvægt að við leggjum áherslu á góð samskipti frá upphafi, tölum saman, hlustum hvert og annað og nálgumst verkefnin með lausnamiðuðu viðhorfi. Að við leitumst alltaf við að finna leiðir, líka þegar málin eru flókin. Takk fyrir gott upphaf og takk fyrir traustið og hlakka til samstarfsins. Mig langar aðeins að koma inn á málefnasamninginn sjálfan sem að Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn hafa komið sér saman Hann er byggður á stefnumálum flokkana og sameiginlegri sýn. Áhersla er á ábyrgan og traustan rekstur, sterka fjárhagsstöðu og að bæjarsjóður sé rekinn með jákvæðri afkomu. Ábyrg fjármálastjórn er forsenda þess að Mosfellsbær geti staðið undir öflugri þjónustu, skýrri forgangsröðun og framtíðarsýn í uppbyggingu sveitarfélagsins. Við leggjum áherslu á skilvirka og gagnsæja stjórnsýslu með einföldum boðleiðum og bættri stafrænni þjónustu. Fjármunum verður varið af ábyrgð, áhersla lögð á hóflegar álögur og hagkvæmni í rekstri. Með skýr markmið að leiðarljósi viljum við efla þjónustu íbúa á öllum sviðum í menntun, velferð og frístundum á sama tíma og við styðjum við uppbyggingu fjölbreytts húsnæðis, atvinnulífs og öflugs samfélags þar sem mannlíf fær að blómstra. Samstarfið byggir á gildum frelsis og ábyrgðar með áherslu á mannlega nálgun, þar sem metnaður er lagður í að veita góða þjónustu, efla lífsgæði og tryggja að Mosfellsbær verði áfram eftirsóknarverður staður til að búa og starfa í. Ég held ég segi ekkert meira þennan samning, það er þetta að finna hann inn á mos.is og rýna í hann. Takk fyrir mig í bili. Eru aðrir sem vilja
taka til máls undir þessum lið? Já, gjörðu svo vel. Sævar. Forseti, nýkjörinn bæjarstjórn, bæjarstjóri. Ég ætla náttúrulega að byrja því bara á skoðum til hamingju með kjörið og alltaf svona stór stund þegar við eigum okkar fyrsta fund hér saman og vonandi verður samstarfið og samtalið eins og að koma inn á bara farsælt og svona með jákvæðum hætti. Ég svona var með smá tíma til að renna í gegnum málefnasamningi núna og þetta er virkilega metnaðarfullt og það verður áskorun fyrir nýja meirihluta að takast á við þetta og auðvitað óska við þeim góðs gengis í þeim málum, en svo náttúrulega minni ég að nýkjörinn bæjarstjóri að hann er bæjarstjóri allra, líka meirihlutans, svo það sé sagt, en við í minnihlutunum, ég tala fyrir hönd B-lista, við munum vera duglega að halda ykkur efnið og láta ég okkur heyra þegar þessi þörf, en þetta verður fróðlegt kjörtímabil. Tökumst á við þetta saman. Sveinn Óskar. Forseti, góðu fundarmenn, til hamingju nýji bæjarstjóri okkar, Mosfell líka, og til hamingju bæjarstjórn. Það er gaman að vera komin hérna aftur inn eftir 4 ára pásu. Ég segi við ykkur, eins og þið sáðu áðan, ég styð þennan bæjarstjórn og mun fylgja öllu góðu málum eftir sem að ég sýnist vera í þeirra málefnasamningi, C- og D-lista, en ég mun einnig halda við efnið það sem á við. Ég mun sinna aðhaldi en jafnframt styðja mjög góð málefni sem eru mörg þarna. Og ég vil þakka fyrir, ég ávarpa líka fólkið út í bænum fyrir stuðninginn, bæði við mig og aðra sem eru hérna inni. Og ég vænti góð samstarfs á þessu kjörtímabili. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá er næsti liður á dagskrá, kosning í nefndir og ráð. Fyrir fundinum liggja tillögur skipan í 4 fastanefndir sveitarfélagsins. Í fræðslunefnd. Þar liggja fyrir 3 tillögur skipan aðal- og varafulltrúa í þessa fræðslunefnd. Tillaga D- og C-lista aðal- og varafulltrúa hljómar þannig: aðalfulltrúar Elín Anna Gísladóttir, Þórarinn Örn Andrésson og Elín María Jónsdóttir. Varafulltrúar þeirra yrðu Sigurður Unnar Ragnarsson, Nanna Björt Ívarsdóttir og Katrín Dögg Hilmarsdóttir. Fyrir liggur tillaga B-, L- og S-lista eftirfarandi aðal- og varafulltrúa. Aðalfulltrúar Elín Guðný Hlöðversdóttir, Þóranna Rósa Ólafsdóttir og varafulltrúar þeirra Sandra Dís Bjarnadóttir og Guðrún Elísa Sævarsdóttir. Fyrir liggur einnig tillaga M-lista að Sóley Sævarsdóttir verði aðalfulltrúi og Kristján Davíð Sigurjónsson verði varafulltrúi. Og eins og áðan mun fara fram skrifleg kosning nema einhver tillaga verði dregin til baka, sem mér sýnist ekki verða, og þá gerum við örstutt fundarhlé.
Jæja, velkomin tilbaka. M-listi hefur dregið framboð sitt tilbaka í fræðslunefnd ásamt því að draga framboðin tilbaka í aðrar nefndir. Þannig að við getum haldið áfram. Þannig að tillaga G-lista og C-lista ásamt tillögu B, L og S-lista teljast því samþykktar og fræðslunefnd þá þannig skipuð: Elín Anna Gísladóttir, Þórarinn Örn Andrésson, Elín María Jónsdóttir, Elín Guðný Hlöðversdóttir, Þóranna Rósa Ólafsdóttir og varafulltrúar verða þar Sigurður Unnar Ragnarsson, Nanna Björt Ívarsdóttir, Katrín Dögg Hilmarsdóttir, Sandra Dís Bjarnadóttir og Guðrún Elísa Sævarsdóttir. Látum okkur sjá. Þá erum við komin í menningar, íþrótta og lýðheilsu nefnd. Fyrir liggja þá 2 tillögur skipan aðalfulltrúa í menningar, íþrótta og lýðheilsu nefnd. Fyrir liggur tillaga D-lista og C-lista eftirfarandi aðal- og varafulltrúa. Aðalfulltrúar Valdimar Birgisson, Magnús Ingi Ingvarsson, Nanna Björt Ívarsdóttir og varafulltrúar þar yrðu Hera Björk Þórhallsdóttir, Árni Bragi Eyjólfsson og Jódís Lilja Jakobsdóttir. Og fyrir liggur líka tillaga B, L og S-lista eftirfarandi aðal- og varafulltrúa. Aðalfulltrúar þeirra Leifur Ingi Eysteinsson, Guðfinna Birta Valgeirsdóttir, varafulltrúar Ýmir Örn Hafsteinsson og Andri Freyr Friðriksson. Einhver sem vill tjá sig þetta? Svo ekki og teljast við þessir listar samþykktir og eru þá aðalfulltrúar í menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd kjörnir Valdimar Birgisson, Magnús Ingi Ingvarsson, Nanna Björt Ívarsdóttir, Leifur Ingi Eysteinsson, Guðfinna Birta Valgeirsdóttir, varafulltrúar þeirra Hera Björk Þórhallsdóttir, Árni Bragi Eyjólfsson, Jódís Lilja Jakobsdóttir, Ýmir Örn Hafsteinsson og Andri Freyr Friðriksson. Þá komið að skipulags- og umhverfisnefnd. Fyrir liggja 2 tillögur skipan aðal- og varafulltrúa. Fyrst liggur fyrir tillaga D- og C-lista. Aðalfulltrúar Hjörtur Örn Arnarsson, Valdimar Birgisson og Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir. Varafulltrúar Jana Katrín Knútsdóttir, Brynja Hlíf Hjaltadóttir og Haukur Skúlason. Fyrir liggur tillaga B, L og S-lista. Aðalfulltrúar Sævar Birgisson, Ómar Ingþórsson og varafulltrúar Leifur Ingi Eysteinsson og Ólafur Ingi Óskarsson. Einhver sem vill tjá sig það? Svo ekki og þessir listar teljast því samþykktir báðir tveir og þá nefndin þannig skipuð: Hjörtur Örn Arnarsson, Valdimar Birgisson, Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir, Sævar Birgisson, Ómar Ingþórsson og varafulltrúar Jana Katrín Knútsdóttir, Brynja Hlíf Hjaltadóttir, Haukur Skúlason, Leifur Ingi Eysteinsson og Ólafur Ingi Óskarsson. Þá komið að velferðarnefnd. Fyrir liggja 2 tillögur D- og C-lista eftirfarandi aðal- og varafulltrúa. Aðalfulltrúar Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir, Berglind Róbertsson Gretarsdóttir, Brynja Hlíf Hjaltadóttir, varafulltrúar Jana Katrín Knútsdóttir, Gunnhildur Einarsdóttir og Guðrún Þórarinsdóttir.
Tillaga B, L og S-lista, aðalfulltrúar Halla Karen Kristjánsdóttir og Guðný Maja Rípa, varafulltrúar Matthildur Þórðardóttir og Elín Eiríksdóttir. Einhver sem vill taka til máls varðandi það? Svo er ekki. Þar með er sú nefnd fullskipuð. Þeim fulltrúum Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir, Berglind Róbertsson Grétarsdóttir, Brynja Hlíf Hjaltadóttir, Halla Karen Kristjánsdóttir, Guðný Maja Rípa. Varafulltrúar í velferðarnefnd eru þá Jana Katrín Knútsdóttir, Gunnhildur Einarsdóttir, Guðrún Þórarinsdóttir, Matthildur Þórðardóttir og Elín Eiríksdóttir. Kosningu í aðrar nefndir og ráð er frestað til næsta bæjarstjórnarfundar og við gerum örstutt hlé. Jæja, þá erum við mætt aftur. Nú fer fram þá kosning varðandi formenn og varaformenn þessar nefnda og áheyrnarfulltrúa. Fyrir liggur tillaga varðandi fræðslunefndina að formaður þar verði Elín Anna Gísladóttir og varaformaður Þórarinn Örn Andrésson. Og fyrir liggur tillaga M-lista, getum við ekki kosið þetta saman bara, að Sóley Sævarsdóttir, að Sóley Sævarsdóttir verði áheyrnarfulltrúi M-lista í fræðslunefnd. Einhver sem að, nei, það er þá samþykkt. Í menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd er tillaga að Valdimar Birgisson verði formaður og Magnús Ingi Ingvarsson varaformaður og þar liggur fyrir tillaga M-lista að Hjalti Árnason verði áheyrnarfulltrúi og það er þá samþykkt. Í skipulags- og umhverfisnefnd liggur fyrir tillaga að Hjörtur Örn Arnarsson verði formaður, Valdimar Birgisson verði varaformaður og frá M-lista liggur fyrir tillaga að Sveinn Óskar Sigurðsson verði áheyrnarfulltrúi í fræðslunefnd.
fyrirgefiði í skipulagsnefnd fyrirgefiði. Það þá samþykkt. Ég sé að ég hef glemt að lesa upp hérna hverjir varafulltrúar M-lista verða í þessum nefndum. En varafulltrúi Sveins Óskars sem áheyrnarfulltrúi væri þá Karl Gissur Þórisson. Í velferðarnefnd væri þá formaður Elísabet Sigurveig Ólafsdóttir og Berglind Róbertsson Gretarsdóttir varaformaður. Og þar yrði þá Ingibjörg Einarsdóttir áheyrnarfulltrúi M-lista og Eyþór Bjarki Benediktsson vara áheyrnarfulltrúi M-lista. Er þetta samþykkt? Svo virðist vera. Og þá höldum við áfram. Já, Árni hefur kveðið sér ljós, gerðu svo vel. Erum við búin að kjósa það ekki? Ég ætla ekki að kalla. Nei, það er gott. Læri þetta. Forseti, þessi skipti. Ágætu bæjarfulltrúar til okkur með daginn. Þetta er fyrsta skipti sem ég tek þessi skrefin. Þetta komið með svart á skjánum mínum. Þarna, komið það. Ég óska nýjum meirihluta til hamingju. Vil ég beina máli mín til þeirra og vísa í fyrsta fund bæjarstjórnar á síðasta kjörtímabili, fundi 806, þar sem að oddviti Sjálfstæðisflokks þá, núna í 7. sæti, talar að það væri góður siður að setjast niður með minnihluta fyrir fyrsta fund bæjarstjórnar. Ég niður í faginu og svoleiðis, þannig að ég að læra ýmislegt núna svona á mínum fyrstu metrum. Oddviti vísar í góð vinnubrögð Sjálfstæðisflokksins, þessi Ásgeir vísar í góð vinnubrögð Sjálfstæðisflokksins þar sem lögð verið áhersla að eiga samtal við minnihluta að skipa niður ráðanefndir. Við í vinum Mosfellsbæjar hefðum kosið að byrja á samstarfi á samtali og hlutverk og verkaskiptingu fyrir fyrsta fund, en þar hefði gefist kostur á að átta sig á eigin hlutverki í þessu öllu saman. Og það var eftir fræðsliðan á mánudaginn, þá var ég svona pínur ringlaður hvernig hlutverki væri og tilgangurinn minn með þessu er kannski að snerta á þessu að við erum ekki lengur með áheyrnarfulltrúa því að við fórum vissulega saman fram. Við erum ekki lengur með áheyrnarfulltrúa í nokkru nefndir sem er væntanlega að tefja hans störf bæjarstjórnar af því að upplýsingaflæði verður þyngra. Við þurfum að leita meira inn í hvorn annan til þess að fá upplýsingar. Ég vona að þessi samstarfstónn sem settur var í aðdragandanum, fyrsta runda, verði lagaður svo við höldum lagi saman meira sem meiri og minnihluti. Þannig að allavega við tökum þetta upp til samtals og tillaga mín náttúrulega er að bæjarstjórn taki afstöðu til þess hvort að SOL-listi fái áheyrnarfulltrúa inn í þessar 4 fagnefndir til að auðvelda okkur vinnuna. Þannig að við getum tekið upp á næsta fundi. Ég var alveg tilbúin til að taka samtal á milli funda. Eða ég veit allavega ég og Ólafur erum tilbúinir í það, ekki kannski tala fyrir sig sjálfur, bæjarfulltrúi Ólafur, og svo getur það að vennast þessu orðalagi. Þannig að já, takk fyrir mig, eða hvað, enda maður ekki á því, segir maður ekki takk fyrir mig. Næstur tekur til máls bæjarfulltrúi Ólafur Ingi. Forseti, ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Halla hér áðan. Ég að segja að það voru mikil vonbrigði þegar við vorum flöggnir því með því að standa saman á kosningum í ráðanefndir. Þar með værum við að afsala okkur áheyrnarfulltrúa sem finnst mér dálítið alvarlegt mál. Við erum hér 11 bæjarfulltrúar sem þurfum oft að taka mikilvægar ákvarðanir sem varða íbúa bæjarins. Oftar en ekki þær ákvarðanir byggðar á þeim upplýsingum sem við reiðum okkur á, til dæmis frá embættismönnum bæjarins og fulltrúum okkar í fagnefndum bæjarins. Eða við öflum þeirra þá á eigin vegum. Til að taka vel ígrundaða ákvörðun þurfum við að reiða okkur á og eiga aðgang að sem bestum upplýsingum. Því skýtur það skökku við að hér eru 2 bæjarfulltrúar sem hafa minna aðgengi að upplýsingum ekki vegna þess að þeir kjósa svo, heldur að það var kosið svo. Í fundargerðinni enda má yfirleitt lesa hvernig hverju máli reiddið af, eins og til dæmis hvaða sjónarmið reiddið af og ekkert annað.
eins og til dæmis hvaða sjónarmið önnur voru sett fram í nefndinni og einhverjir aðrir möguleikar á þeirri niðurstöðu sem nefndin skilaði. Það eiga ekki allir fulltrúar inn í nefnd og það að mínu mati bara ólýðræðislegt. Það misvægi af upplýsingum og upplýsingaöflun. Hvernig svo ákvörðun tilkomin að allir flokkar eigi ekki fulltrúa í nefndum er mér alveg hulin ráðgáta. Hún byggist hvorki á hefð, né fordæmi, lögum eða samþykktum eftir því sem ég fæ best séð. Ég vil því óska eftir að unnið verði greinargerð sem varpa ljós á þessa ákvörðun að meina fulltrúum tveggja framboða eða eiga áheyrnarfulltrúa í nefndum og röksteining fyrir henni. Takk. Eru fleiri? Já. Jana Katrín, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir sama máli, kosningar í nefndir og ráð og kemur inn til að svara athugasemdum frá bæjarfulltrúum L-lista og S-lista. Það var val minnihlutans að hluta minnihlutanum að bjóða fram saman sem að við berum virðingu fyrir. Þetta er leið fyrir ykkur til þess að fá aukið vægi og fá auka atkvæði inn í nefndum. En í samræmi við sveitarstjórnarlög þá það þannig ef þú býður fram sameiginlega þá ertu ekki líka með áheyrnarfulltrúa í nefndum. Þetta er raun ákvörðun sem tekin líka á síðasta kjörtímabili af fyrri meirihluta þar sem kjörtímabili fór af stað með þeim hætti að meirihlutinn átti áheyrnarfulltrúa í nefndum. Mig minnir að fyrir ári síðan 25 fyrir hluta þá var það afnumið til samræmis við þessi sveitarstjórnarlög. Jú. Í þessu tilfelli því miður bara ekki bæði haldið og sleppt. Það er ekki bæði hægt að fá ekki vægi með þennan auka aðila inn í nefndunum. Ef þið hefði ekki boðið fram sameiginlega þá hefði meirihluti verið með 4 sæti inn í öllum fastanefndum. Við erum með í málefnasamningi að vera með ábyrgan rekstur, aðhald í fjármálum. Þetta er líka í samræmi við þá áætlun og eins og fyrr segir í samræmi við ákvörðun síðasta meirihluta. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Já, það er svo. Sveinn Óskar, gerðu svo vel. Forseti, ég er sá í minnihlutunum sem var skilinn eftir þegar þau voru að geta hagsmuna sína í minnihlutunum að fá sem flest atkvæði inn í nefndum. Þau ákveða þetta alveg sjálf og lögin eru mjög skýr og ég tek undir það sem síðasti ræðumaður sagði, Jana, að þetta er í lögum. Þannig að þetta ávirðingar hérna gagnvart meirihlutunum tel ég ekki skynsamar vegna þess að það þarf að leita til þingsins til að fá breytingar á þessu. Kerfið er lagt upp á þinginu. Þið völduð þessa aðferð og fenguð þar af leiðandi hugsanlega 1 aðalfulltrúa eða 2 sem annars gætu hafa fallið Miðflokknum í hlut. Þannig að þetta er ykkar val og ég segi bara gjörið svo vel, en ég ætla að halda mínu striki og nýta mína fulltrúa vel í nefndum fyrir góð mál og ég þakka kjörið og fyrir mitt fólk til hamingju. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs varðandi þetta? Svo er ekki, en ég þarf að vita, Árni, ertu að gera tillögu málsmeðferðartillögu og breytingu á skipun á áheyrnarfulltrúa? Á þetta kjósa það? Heyrðu, tökum örstutt fundarhlé.
Við höldum það áfram og dagskráin gerir það þá einnig. Næst á dagskrá er fundardagskrá fyrir árið 2026. Fyrir liggur tillaga að fundir bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á kjörtímabilinu 2026 til 2030 fari fram annan hvern miðvikudag sem ekki ber upp á almennum frídegi. Þá er lagt til að bæjarstjórnarfundir hefjist að jafnaði klukkan 16:30 og fari fram á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar nema bæjarstjórn ákveði annað. Að lokum er lagt til að fundir bæjarstjórnar fari fram í samræmi við fyrirliggjandi fundardagatal bæjarstjórnar fyrir árið 2026 sem samþykkt var á 880. Fundi bæjarstjórnar 12. nóvember 2025. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Við getum bara notast við handauppréttingar núna. Er fólk samþykkt þessu? Gjörðu svo vel að rétta upp hönd. Er einhver á móti? Svo er ekki og þetta telst því samþykkt. Næst á dagskrá eru þóknanir kjörinna fulltrúa 2026 til 2030. Fyrir liggur tillaga þóknanir kjörinna fulltrúa, nefnda og ráða og ég býð Jönu Katrínu í pontu. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli 8, þóknanir kjörinna fulltrúa, kjörtímabilið 2026 til 2030. Við leggjum, fyrir fundinum leggjum við til óbreyttan strúktúr og þóknunum til bæjarstjórnar, nefnda og ráða, en þó þannig að við miðum á ný við þingfararkaup eins og var áður gert. Það var frist aftengt sem sagt á síðasta ári og við höfum dregist aftur úr hvað launakjör kjörinna fulltrúa varðar. Og þannig við leggjum til að við tengjumst aftur þessu þingfararkaupi frá og með 1. júlí næstkomandi. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Já, gjörðu svo vel. Sveinn Óskar. Forseti, já, mér þykir rétt að fara þessa leið að vera ekki að frysta tekjur fulltrúar sem eru að koma inn og eru að starfa við þetta. Það er ekki stóra málið í þessu. Stóra málið er að skila hérna árangri. Og annað sem mig langar að minnast á varðandi þóknanir. Og það er dálítið þessa áheyrnarfulltrúa og vinnuna sem þeir leggja í. Það er alltaf sú sama vinna sem er undir þar. Og mér finnst svona, og hef rætt það, og þeir sem sumir hérna inni sem vita því að ég minnst á þetta við þá, að það er dálítið fólk sett niður við það að fá lægra heldur en hefðbundin aðalmaður. Af því að þegar er atkvæðið ekki til staðar, heldur áheyrnarfulltrúinn leggur nákvæmlega sömu vinnu á þetta, í þetta, að mæta og undirbúa sig. Og þetta er svona lýðræðislega svona hamlandi að mínu viti að þessir áheyrnarfulltrúar sem hafa hlutverk lögum samkvæmt fái ekki sama greiðslu fyrir í raun og veru sömu vinnu. Hitt er bara ákvörðunin, þó því fylgir ábyrgð, þá er sú ábyrgð ekki fjárhagsleg. Hún er pólitísk. Þess vegna segjum við ykkur, þegar tjón verður að einhverju þarna inni, þá er það bara ekkert annað en pólitískt mál að leysa úr í næstu kosningu. Þess vegna ábyrgð liggur ekki beint í fjárhagnum sem að ráðstafið er í þetta hlutverk sem felst í það að mæta, eyða sínum tíma nákvæmlega eins og hinir og fá sama greitt fyrir þá vinnu. Það er vinnufram. Og downgreita eða niðurgreiða það hjá einum hópi en öðrum sem leggur í þessa vinnu og af hugsjón og hugsanlega framtíðar leiðtogar í sveitarfélaginu, þá eiga þeir að fá það saman og aðeins. Allt í lagi með formann nefnda að þeir fái meira enda meiri vinna við það
En ég vil sjá þetta breytast af því að Janna svona hleypti því aðeins að hérna áðan í ræðunni að svona ákveða að halda þessu svona en ég svona les á milli lína að það væri alveg hugsanlega hægt að skoða breytingar af því að þetta lýðræðislegt atriði. Eru fleiri? Já, þá býð ég í pontu Árna á listanum. Forseti, Bæjarfulltrúar, langaði bara svona að vekja athygli á því að vera að tala mér vantar meiri forsendur, að við tölum um ábyrgan rekstur áðan, byggjum á því, tölum um það þannig að því að ég var að tala um 30.000 krónur, 120.000 krónur á mánuði mögulega, auka kostnað fyrir að bæta við áheyrnarfulltrúum í okkur, hvað erum við að tala um í kostnað, getið þið svarað því hverju myndi að breyta fyrst þessu staðan okkur núna, hverju breytir að 1. júlí í kostnað fyrir sveitarfélagið. Mér langar svolítið svona að heyra aðeins meira um það. Takk fyrir. Launahækkunin þá? Já, sem yrði þá 1. júlí. Af því við vorum að tala hérna áðan um áheyrnarfulltrúa og þá talið þið um ábyrgan rekstur og svo framvegis. Þar erum við að tala um 120.000 krónur á mánuði. Hvað erum við að tala um þá þegar við förum 1. júlí inn í hækkunina? Af því að til þess að geta stutt það, þá þurfum við að vera sannfærðir um það að þetta sé ígrundamál. Þannig að hérna, já, ég myndi gjarnan vilja heyra það, hvað svona cirka það snýst um. Eru fleiri? Já, Janna Katrín, gerðu svo vel. Já, forseti, ég kemur upp með sammáli. Ég ekki með krónutölu fyrir þig, því miður. Við erum náttúrulega ekki að leggja beinlínis til neina hækkun per se, heldur erum við bara að leggja til að við tengjumst aftur þingfararkaupinu. Skilurðu, sem að var aftengt tíma á síðustu kjörtímabili. Ég ætla líka kannski bara að árétta það að því að hérna, svo það verða ekkert umvilst. Við erum ekki allavega ekki í þessari umferð að leggja til lækkun launa áheyrnarfulltrúa. Það liggur ekki fyrir fundinum. Þannig að bara svo það sé sagt, en þetta er tekið til greina. Takk fyrir ábendinguna. Sævar, gerðu svo vel. Forseti, Bæjarfulltrúar. Sko, það var ákveðið alveg rétt á síðasta kjörtímabili mitt síðasta sumar að aftengja við þetta þingfararkaup sem að hækkar eða hefur alltaf breytingu 1. júlí ár hvert og mér minnir að hækkunin hafi átt að vera eitthvað í kringum 5,6% minnir rétt og það var ákveðið að hækka 3,5 til þess að vera þá svona í takt og í samræmi við aðrar hækkanir sem hefði átt sér stað hér á kjarasamningum starfsmanna bæjarins. Þannig að við varum svolítið að sýna gott fordæmi hvað það var og það var einnig hófleg hækkun á launum bæjarstjóra. Þetta var svona gert til þess að svona sýna gott fordæmi og ég held að það var alveg rétt skref á þeim tíma. En auðvitað þurfa þessi kjör að vera svolítið í takti við framlagið og þar fram til göttunum. En þá er kannski mín spurning líka að sko núna erum við að samþykkja þessa hækkun, þá erum við vantilega að tengja við þingfararkaupið eins og það er akkurat núna og svo er önnur hækkun í 1. júlí og þá náttúrulega fylgjum við þeirri hækkun einnig. Er það ekki rétt skiljað mér? Janna Katrín, hvað er þessi ljós? Forseti, Bæjarfulltrúar, til bara svara spurningunni, þá já, við erum þá að tengja eftir þingfararkaupinu, en samt sem tekur ekki gildi fyrr en 1. júlí, þannig við erum ekki að hækka núna og svo aftur þá, heldur bara eingöngu þá, við erum þá bara á sömu launum. Fram að því, hækkunin nemur 32.000 krónum á Bæjarfulltrúa. Já, ég hefði ekki búin að svara þá þessu spurningum sem komið. Takk. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo virðist ekki vera. Þá leggjum við þetta til atkvæðagreiðslu og við styðjumst við handauppréttingar. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þannig að var það ekki? Jú, það sé ekki alveg hérna en þetta var samþykkt, samhljóða.
Þá næsti liður, 9. liður á dagskrá. Það bæjarráðsfundur númer 1711 sem haldinn var 27. maí síðastliðinn. Á fundinum voru 3 mál á dagskrá. Orðið laust ef einhver vill taka til máls efni fundargerðarinnar. Halla Karen, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir góðir gestir. Ég ætla að byrja bara þó svo sé búið að segja nokkuð oft bara til hamingju með daginn og til hamingju enn og aftur með daginn Hjörtur, bæjarfulltrúi Hjörtur. Ég kem hérna upp fyrir máli 9.3, nýframkvæmdir Kvíslaskóli lóðarfrágangur. Aðeins svona á síðasta kjörtímabili þá var farið í miklar framkvæmdir og endurbætur á Kvíslaskóla, fyrstu hæðar vegna mikillar myglu og raka. Allt svæðið í kringum skólann var grafið upp og frágangi á skólalóðinni var svo skipt upp í 2 áfanga. Það búið að framkvæma fyrsta áfangan og ég eiginlega bara að koma hérna upp til þess að bara fagna því að við séum að fara í annan áfanga, en fyrsti áfangi hann var meira svona endurbætur á dreni og alls slags lagfæringar á lóðinni eftir allt þetta sem þurfti að gera þar. En núna á þessum bæjarráðsfundi sem ég hérna komin upp fyrir, þá vorum við að samþykkja tilboð sem við fengum í uppbyttaðan körfuboltavöll í fullri stærð með 6 körfum. Þessi körfuboltavöllur kemur sér svo sannarlega vel fyrir nemendur og ekki síður bara fyrir alla aðra sem hafa áhuga að leika sér, utandyra, hreyfa sig og vera í körfubolta. Og körfuboltavöllurinn mun svo sannarlega nýtast bæði á skólatíma en líka utan þess. Þessi framkvæmd líka liður í því átaki sem við vorum í á síðasta kjörtímabili. Þar sem við settum áherslu á að endurbæta skólalóðir og leikvelli hér í bæjarfélaginu. Og ég vildi eiginlega bara koma og fagna þessu og segja bara að framkvæmdir að fara núna bara af stað, held ég sé að segja rétt, núna bara í júní og það stefnt á að verklok verði í ágúst. Þannig að við getum bara farið að hlakka til að fara í körfubolta í Kvíslaskóla. Takk fyrir mig. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera og þá ber ég fundargerð fundar bæjarráðs númer 1711 undir atkvæði. Hverjir greiða atkvæði með fundargerðinni? Hún samþykkt samhljóða. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessara fundar. Næsti fundur bæjarstjórnar verður haldinn næstkomandi miðvikudag 10. júní klukkan 16:30. Fundi slitið 17:52. Takk.